Já, velkomin í umræðuna. Þetta annar þáttur umræðunar og það sem sagt samstarf stúdentaráðs og Landsbankans, podcast þáttur sem fjallar fjármál stúdenta í svona stóru myndinni. Til okkar komin Jónína Kárdal, verkefnisstjóri Tengslatorgs hjá Háskóla Íslands og starfs- og námsráðgjafi, Baldur Gísli Jónsson, mannauðsstjóri Landsbankans og Ragnheiður Skúladóttir, forseti fjármál- og atvinnulífsnefndar og viðskiptafræðinemi. Velkomin. Takk fyrir. Jónína, þú varst búin að taka saman einhverja punkta hvernig svona staðan lítur út varðandi atvinnumál stúdenta. Já, bara ánægilegt að fá að vera hérna með ykkur í þessu podcasti og málefni stúdenta okkur hugleikin upp í Háskóla Íslands hjá náms- og starfsráðgjöfinni þar sem ég starfa, og sem slíkur að þá erum við að stuðla því að nemendur nái árangri í námi og geti svo flutt sér farsællega yfir á vinnumarkaðinn. Og eitt af því sem við höfum verið að horfa á það hvernig hægt að efla stúdenta til þess að vera virkir á vinnumarkaði, en þá náttúrulega þurfum við að vita hver staðan og geta lesið úr tölfræði, og hana auðvitað hægt að fá til dæmis af vef Vinnumálastofnunar, og það tekin saman alveg gríðarlega mikil tölfræði og til dæmis atvinnuleysi. Og ég held að það sé óhætt að segja að skráð atvinnuleysi sé nokkurn veginn í lágmarki. Í nýjustu tölur þær bera upp miðað við ágúst, það sem eru 2,3% atvinnuleysi á Íslandi. En svo þegar við horfum á menntun atvinnulausra, að þá eru þeir sem eru með grunnskólanám eða sambærilegt, þegar hæsta talan þar 44%, en síðan koma þeir sem eru með háskólanám eða hafa einhvers konar nám frá sérskóla háskólastigi, og það eru 25%, og það eru rétt rúmlega 1100 manns. Það náttúrulega ákveðið áhyggjuefni, en sem betur fer að þá eru aðilar innan stjórnsýslunnar, stjórnvöld og hagsmunaaðilar farnir að huga til dæmis að færniþörf á vinnumarkaði. Og í maí núna í vor þá var gefin út skýrsla sem heitir Færniþörf á vinnumarkaði, hvernig spá má fyrir færniþörf á íslensku vinnumarkaði. Og fram að þessu að þá má segja sem sagt að háskólamenntaðir hafa alltaf haft mjög gott aðgengi að vinnumarkaðinum. Það hefur verið leitað eftir þeim. En staðan sem sagt núna svo að hún orðin erfiðari og það mjög fjölbreytt framboð af háskólamenntun. Þannig ef við horfum á þetta frá einstaklingnum sem að velja sér það að halda áfram námi, þá náttúrulega gífurlegt framboð af háskólamenntun, en á móti þá eigum við ekki til tölfræði vöntun á hvers konar færni og hæfni þörf á vinnumarkaðnum. Og þá það sem sagt aðilar eins og fulltrúar frá Vinnumálastofnun, Alþýðusamband Íslands, Hagstofu Íslands og samtökum atvinnulífsins sem sátu í sérfræðingahópi og gerðu þessa skýrslu, og það verið að vinna því að formgera það að sé hægt að vinna með tölur, og það náttúrulega eitt vegvísi þeirra sem að vilja velja sér nám, og eðlilega vill maður vinna við það sem maður hefur menntað sér til og hefur áhuga á og svo framvegis. En finnið þið fyrir það í náms- og starfsráðgjöf að fólk sé svona að leita eftir því hvað vantar út af vinnumarkaðinum, sko, þegar að velja sér nám eða hvað ætlar að læra? Sem betur fer að þá og nú get ég einungis tala út frá Háskóla Íslands, af því þar starfa ég, að þá eru stúdentar farnir að leita í auknum mæli til okkar, einmitt til þess að undirbúa sig fyrir námslok og að hefja sem sagt sín formlega starfsferil. En eins og við vitum að þá eru stúdentar að vinna meðfram námi
Þannig að ég myndi segja sem sagt að þeir nemendunir eru að koma til þess að bara ræða einmitt möguleikana og á hvern hátt þeir geti nýtt sér tækifæri sem gefast innan háskólans til þess að fá reynslu og svo líka einmitt þetta að komast í tengsl við atvinnulífið og þá vil ég nefna Tengslatorg Háskóla Íslands sem er vefur en er miklu meir en það. Þetta er samstarfsvettvangur Háskóla Íslands og atvinnulífsins að ræða saman og á hvern hátt hægt er að uppfyllurinni þarfir beggja, stúdenta, rannsakanda og svo atvinnulífsins. Ragnheiður, núna ert þú að læra viðskiptafræði, svona kannski þekkt hvað eru margir sem læra viðskiptafræði alltaf á hverju ári. Þú veist, finnir þú fyrir því að fólk sé stressa fyrir því hvað er að fara að vinna við þegar að klára nám og þú veist, tengir þú eitthvað við þetta sjálf? Nei, í rauninni ekki innan viðskiptafræðina. Viðskiptafræðin er rosalega, hún býður upp á ofboðslega mörg tækifæri. Það eru margar brautir innan viðskiptafræðina svo getur valiður, svona sérhæfi brautir. Það er svona námslína sem þú fylgir innan námsins. Með viðskiptafræðina þá getur í rauninni starfað við svo ofboðslega margt að ég held að fólk allavega í þeirri deild sé ekki sérstaklega stressað yfir námstækifærum, vinnutækifærum eftir að námi loknu. En svona annars staðar í háskólanum eða bara, þú veist, er fólk eitthvað stressað yfir þessu eða eru allir bara öryggir að fá vinnu þegar að klára? Nefnilega ekki. Nú hef ég rætt við vini mína sem eru í öðrum fögum og hafa oft spurt þau hvað ætlar þú svo að vinna við, hvaða starf er í boði fyrir þig að námi loknu og það er mjög oft sem fólk veit ekkert einu sinni hvað möguleikar eða hvað tækifæri þau hafa að gera með gráðuna sína eftir skóla. En það er það sem við í fjármála og atvinnulífsnefnd viljum gera, er að við viljum brúa þetta bil á milli atvinnulífsins og háskólans og í rauninni hvetja fólk bara til þess að byrja að huga að framtíðinni núna, að tíminn er núna til þess að fá sér reynslu og undirbúa hvað þú ætlar að gera þegar þú ert búinn í skólanum. Og það er þetta að þú verður alltaf að vera með reynslu, það er krafa á öllum vinnustöðum í dag að þú sért með einhvers konar reynslu og hvort sem það er bara að taka þátt í einhvers konar skólastarfi eða hafa byrjað að vinna meðfram skóla og við viljum vera bara efla þetta meðal nemenda að byrja að huga þessu strax og nýta sér þá þau úrræði sem eru í boði til dæmis innan veggja háskólans og að nýta sér þá aðstöðu sem þau hafa núna. Baldur, núna ert þú mannauðsstjóri og sér væntanlega alveg fjöldana að ráðningum hjá Landsbankanum, ekki satt? Jú, ég er endari með mjög gott fólk með mér í því. Það er við erum gott teymi sem að sér fjöldaráðninga, jú. Og og hvernig kemur það svona, þú veist, eins og Heiða nefnir það þarf reynslu, þú veist, er það að líta til hvað er það sem þeir eru að líta helst til þegar það er að ráða einstaklinga, er það reynsla, er það menntun, þú veist, hvað er það svona hver er ásinn sem maður á að hafa upp í erminni þegar maður segir vinnu? Já, einmitt, nú er náttúrulega þannig að sko við erum 1000 manna fyrirtæki og það er ef allt er talið þá erum við að ráða svona kannski upp undir 200 manns á ári ef við teljum með öll sumarstörf og það er auðvitað engin kannski ein lína en við erum að tala um fólk og þegar við erum að tala um fólk þá er aldrei kannski eitt einfalt svar því miður. En til dæmis þegar við erum að ráða inn í sumarstörf hjá okkur þá erum við að horfa þessar hluti eins og Heiða nefndi hvort að fólk er búið að vera í sumarstörfum áður, hvers konar sumarstörfum hefur fólk verið virt í einhverjum félagsstörfum meðfram skóla. Vegur það til dæmis þungt félagsstörfin þegar... Já, sko við fáum kannski 1000 umsóknir sumarstarf hjá okkur og þá eru kannski bara svona hlutir sem að í öðru tilliti við kannski myndum ekki telja merkilega þá bara fara þeir að tikka þess inn. Já, einmitt. Þegar það þarf að greina á milli. Einhvern veginn þurfum að greina úr þessum 1000 umsóknum sko og þá er það náttúrulega bara oft náttúrulega skiptir kannski líka máli hvers konar námi viðkomandi er í og það eru náttúrulega mjög ólík störf hjá okkur þannig að það eru ólíkt nám sem hentar ólíku störfum. Þegar við hins vegar erum að ráða inn til okkar sérfræðinga, við auglýsum starf kannski sérfræðings hér eða það eða stjórnanda
þá erum við náttúrulega bara eins og gengur að gerist að horfa á einhverja blöndu menntunar og reynslu og mjög oft þá reynslan farin að vega þyngra heldur en menntunin kannski bara svona ákveðin aðgöngumiði, þú hefur hennar stimpil, ok, við höfum þið með, en svo hvað ertu búin að vera að gera og hvað getur þú sýnt okkur fram á í viðtalinu að hvernig selur þig, hvernig starfsmaður ertu og hvernig myndu henda bara inn í okkar kultúr og inn í þá deild sem við erum að ráða hverju sinni. Og ef ég má grípa hans inn í, mér finnst þetta mjög góð punktur einmitt eins og segir að okkur svo tamt að hugsa hvernig starfsmaður verði ég eða sem sagt við erum að undirbúku það að verða starfsmenn en gleymum því oft að ef við hugsaum stúdenta, þeir eru námsmenn með ákveðna hæfni og færni og svo hæfni og færni er einmitt yfirfæranlegur á vinnumarkaðin og varðandi reynsluna einmitt til svo sammála því að eitthvað sem að maður kannski taldi verið ekki innan gæslepa mikils virði en hefur gefið mann einhvers konar stökkpall og þetta að væntanlegur fyrirtækin að reyna að finna þannig starfsmann að hann getur verið hafi aðlögunarhæfni, sé tilbúin til þess að takast á við krefjandi verkefni, geti verið greinandi og þetta auðvitað það sem að stúdentar í háskólanámi búi yfir. Já, og þetta náttúrulega líka það sem bara alltaf að vera meir og meiri áhersla á það sem þú nefnir, sérstaklega aðlögunarhæfnin. Þær breytingar bara sem við verið að tala núna á bara vinnumarkaði að sé að fara að skella á okkur, oft kallað þessi fjórða innbylting og störfi munu breytast mikið og það verður svona robotavæðing og ákveðin störf hverfa og önnur störf kom í staðinn, þá náttúrulega miklu meira undir því komið við séum með fólk sem er sveigjanlegt, aðlögunarhæfni og í rauninni held ég að sko hver og einn þurfi að búa yfir meiri fjölbreytni heldur en hingað til hefur verið og takast á við svona fjölbreyttari flóru verkefna. Það er ekki nóg að vera bara sérhæfður í einhverju einu, heldur kannski fleiri en einu. Nei, og þú ert allavega miklu meiri hættu á því að þú ert sérfræðingur í einhverju einu að þá verði það bara sjálfvirknivægt einn daginn og þú hefur þá ekki sýnt fram á að þú getur eitthvað annað. En sko, þú veist, svona í kringum mig það finn ég oft fyrir því sko það er alltaf að tala það skiptir engu máli hvað það færði í engun í prófum og í þessum áfengum sem að taka í háskólanum. Er það alveg rétt? Er eitthvað litið á þessa tölur? Það skiptir kannski máli svona fyrstu 2-3 árin eftir þú kemur inn á vinnumarkaði. Ef þú ert með, segjum bara þú ert með eða bara 100 viðskiptafræðingar sem sækir sama starfið, margir með svipaðan bakgrunn, þá förum við þetta að kíkja á það, hvernig einhvern er hópurinn með. Það þýðir ekkert endilega það að sá sem er með 9 verði endilega ráðum frekar heldur en að sá sem er með 8-5 en kannski 9 eða 6 þá fer það að skipta máli. En þú veist, er ekki að því að segja sko að reynslan sé kannski farin að vega aðeins meira en menntun, þú veist, ættum að þá kannski frekar að vera að líta til þess að vinna með námi frekar en einbeitisnámin og fá betri einkunnir ef maður er að horfa til þess að fá starfanámi loknu. Bara þetta er $1000 spurning sko. Því ég vissum að þessi margir að velta þessu fyrir sig sko. Hvort maður ætti að byrja að reyna samt í reynslubankan frekar en að einbeita sig bara náminu sko. Já, akkurat. Ég kannski aftur stokkiðin í Háskóli Íslands hann gerir kannanir reglulega á meðal útskrifaðara og ég er með nokkra niðurstöður úr könnun sem var gerð í mars 2017 og þá er þetta árgangurinn sem er að útskrifast 2015 bæði grunnnámi og framhaldsnámi og það sem er ánægilegt að segja frá því er að úr þessum hópi sem að svarar það er sem sagt rúmlega 2000 mann sem svara þessari könnun og 71% svara könnunni og af þessum 71% að þá er megin hlutin í vinnu 2 árum eftir útskrift, hvað þýðir það? Gott að heyra. Já, hvað þýðir það? Það eru 62% sem að taka því starfi sem þau eru í vegna þess að það annars vegar hefði þeirra starfsáætlunum og það passaði best í starfi sem þau eru ráðin í. Það er að segja að þau segja menntunin, þau eru ráðin á grundvelli menntunin. Það eru hvað, 3 af hverjum 5? Já, allavega það er sem sagt það er
82% sem að vinna fulla vinnantíma, 2% sem atvinnulaus og þegar við erum að horfa á sem sagt af hverju þau ráðin, þá eru þau ráðin á grundvelli menntunar. Já. Og svo eru þau bara í fjölbreyttum geirum og það talað upplýsingatæknina og menntakerfið, heilbrigðiskerfið, opinberri stjórnsýslu svo framvegis og já, og þau eru ráðin á grundvelli þess að þau eru sérfræðingar. Þannig að þetta svolítið skemmtilega niðurstöður og koma svolítið óvart. Sko ég held þessi spurning sem þú lagðir upp með áðan, sko, ef þér býðst vinna með námi þar sem þú ert að ná að spila þess að þætti saman, þú ert að ná þér í reynslu sem skiptir máli fyrir það nám sem þú ert í og námi skiptir máli fyrir starfið sem þú ferð. Algjörlega. Þá held ég að það sé svolítið góð stað að komast í. Já. En ef þeir býðst til dæmis, ef þú ætlar að vera forritari, þeir býðst vinna sem þjónn. Já, sem þjónn eða á sambíli, þá myndi ég telja að það væri ekkert að nýtast þér. Hins vegar ef þú værir að horfa á það að fara til dæmis að vinna sem þjónustufullur í banka, þá væri þjónn eða að starfa á sambíli frábær undirbúningur, að það eflir þessi mannlegu samskipti. Einmitt. Þannig að það fer svolítið eftir bara hvort þetta sé að spila saman. Sko, mín persónulega skoðun á þessu. En þú, Ragnar, ert þú að svona horfa til framtíðar, spila svona the long game og undirbúa eitthvað sérstaklega fyrir þessa hluti? Eða, er þetta eitthvað sem þú ert með við hugan þegar þú ert að svona skipuleggja tímaðin og velja að hafna hvað þú ætlar að gera? Algjörlega, þetta er eitthvað sem maður er manni á allt efst í huga núna þegar ég er til dæmis á 3. ári í viðskiptafræði, þannig að minn tími fyrir að koma að fara út á vinnumarkaðinn. Nú er ég bara eftir að fara í master og svo skellur þetta á manni. Þannig að maður þarf svolítið að hugsa fram í tíman. Sérstaklega á þessum háskóla árum. Þetta er tíminn til þess að undirbúa sig og byrja að plana. Svo maður klárar ekki bara skólan og situr með einhverja gráðu og hugsa svo hvað ætla ég að gera núna. Og reyna þá að labba inn á einhverja vinnustæði með gráðuna þína. Þú þarft að vera búin að byggja einhvern grunn fyrir þá húsi sem þú ætlar að reisa sem verður það þín starfsferill. En hvað er það svona sem þú ert að gera til að undirbúa þetta? Það sem ég persónulega er að gera? Ég er núna alveg á fullu í félagsstarfi. Ég er forseti nefndarinnar, fjármála- og atvinnulífsnefndar, sem ég vona að koma á góðum nótum, hvort sem það komið að bara hafa það á félagsskráni eða þá líka að kynnast, maður náttúrulega stanslaust að netburka líka í leiðinni. Myndirðu segja að það sé að væri flott á félagsskrána, Baldur? Alveg hygglust. Ef ekki bara ráðana heiðu núna bara. Það er þetta og það er líka félagsstarfin gera meira en að vera bara fínt á félagsskráni. Þú kynnist svo ofbærslega fjölbreyttum hópi af fólki. Þetta er tengsl sem munu vonandi og sennilega nýtast þér til framtíðar. Þú munt þekkja fólk í alls konar starfsgreinum. Þú ert ekki bara í þínum vinahóp innan þinnar deildar. Þú ert að kynnast fólki sem er að læra allt milli himins og jarðar. Þú ert að tengjast fyrirtækjum líka. Þú ert í samskiptum við fólk sem er á vinnumarkaði. Þú ert alltaf að mynda þessi nýju tengsl. Það er nú bara að vera að tala félagsstörfin og svo ég er ekki að vinna með skóla núna. Ég bara hef ekki tökað því með allir þessum félagsstörfin sem ég er í og þessi 3. ári. En þetta er líka bara, þú veist, ákveðin svona vitnisburður sko, fjölhæfni og að geta haldið mörgum boltum á lofti í einu sem er auðvitað líka eftirsóknarverðir eiginleikar. En þú nefnir þarna tengslin, Ragnar, og svona, þú veist, ég held að allir Íslendingar kannast við það, þetta svona íslenska frændhygli, sko, þú veist, að vera með frænda á réttum stað eða frænka á réttum stað, sko, þú veist, hversu mikill þáttur er það bara eitt og sér, sko, þú veist, það er örugglega margir sem halda að skipta engu máli hversu góður þú ert í þínu námi bara, og skipta engu máli, sko, einhvern veginn hvaða reynslu hefur bara og þekkir réttu manneskjuna og getur þannig bara valsað inn í góða stöðu svona þegar þú ert búið með gráðuna, sko. Ef ég má aðeins, ég skal byrja og svo veit ég að Baldur ætlar að koma inn í líka. Sko, þetta eru 2 hliðar á sama peningi. Við tölum að vera, hvað heitir það nú? Nú er orðið doktor mér. Talandi frændhygli eða klíka.
Klíka neikvæða merkingin en jákvæði hluturinn tengslin og ég held að fólk átti sig alveg á því að orðsporum mann sem mjög dýrmætt alveg svo segir hafamálum einmitt og við vitum það líka að það fjöldi starfa sem ekki auglýst. Þau fari í gegnum ráðningarskrifstofur eða í gegnum mannauðsskrifstofur vegna þess að það verið að vísa á, það tilvísanir. Þekki þú einhvern og svo framvegis. Og þetta þetta fer fram upp í Háskóla Íslands. Það verið að leita eftir öflugum mannauði og þess vegna til dæmis var tengslatorgi stofnað að það sé jöfn tækifæri fyrir stúdenta að eiga tækifæri inn á vinnumarkaði en varðandi tengslanettið eða sem sagt þetta búið til tengslin að þau einmitt svo dýrmæta meðan maður í háskólanum og eðlilega kannski framtíðin ekki beint fyrir saman augunum á henni frá degi til dags. Það svona 3 ár í það ég að fara að útskrifast eða 1 ár eða það alveg að fara að koma að því en ef maður fyrir að vera meðvitur það við hvern maður búin að vera að tala á hvern hátt maður hefur skapað sinn orðstíl að þá hjálpar það manni þegar svo verið að sækjast eftir starfi, ekki sammála með Baldur? Jú, algjörlega og ég held það sem að svona var kallað klíkuráningar ég held að því hafi fækkað mikið á Íslandi það bara mjög víða svona í millistórum og stórum fyrirtækjum bara komnar mannusteymi fólk sem þá hefur metnað til þess að standa faglega ráðningum en alveg svo Jóni kom inn á auðvitað náttúrulega það ennþá þannig að tengslanett getur nýst manni til þess bara að frétta af störfum og þá maður kannski komin í þá stöðu að geta fengið kannski að koma í viðtali að kynna sig eða eitthvað svoleiðis en ég held að það sé nú ekki lengur þannig að fólk sé bara ráðið bókstaflega út af því að það þekkir bara reddað auðvitað náttúrulega í kannski minni fjölskyldufyrirtækjum og það bara vantarlega bara eðlilegt það að þú þekkir nonna frænda og veist alveg svona sirka hvernig típa hann að fínt að vinna með honum og við kipum honum inn það ekkit hægt að setja neitt út á það en svona þessi millistóru og stóru fyrirtæki það held ég að það sé komið allstaðar í svona faglegri farveg En maður þekkir alveg að vera að spurðu bara, þekkir þú ekki einhvern sem var flottur í þetta starf eða eitthvað svona, þú veist, einhver pikkar í mann bara, þú ert nú að sækja hér, það er verið að leita veist, þetta er bara svona, og þannig hefur maður oft bara fengið vinnu, eða einhver annar sem að veit að þekki vinnu, bara pikkað í mig og ég sóttu Já, akkurat, það pikkaði hann, hann sækir og þá fer hann í viðtal og þá hefur hann tækifæri að sína sér, en hann er kannski ekki ráðinn bara með því að pikka í hann Akkurat, en ég ætlaði að segja sem sagt að þegar maður horfir til þeirra sem í háskólanámi í dag að meirihlutin á aldrinum 20 til 29 ára og allir hafa vantarlega einhvers konar starfsreynslu hvort sem að hún beintengt þeirri menntun sem að fólk í eða ótengt en eitt af því sem að ég mitt heyri frá stúdentum þetta að það sé erfitt að komast inn á vinnumarkaðan af því þau hafi ekki reynslu og þá held ég að það sé svo gagnlegt að geta átt þetta samtal við vinnumarkaðinn að það sé hægt að sækja fræðslu og reynslu frá þeim sem að stýra fyrirtækjum og svo framvegis en ef maður hugsa tækifæri á meðan að háskólanámi stendur að það einmitt félagsstarfið það getur verið að fara í skiptin á til dæmis að fara erlendis og hafa alþjóðlega reynslu það getur verið að taka þátt í rannsóknum á vegum akademiska starfsmanna og svo framvegis þannig að allt þetta telur og það er bara hvernig þú framreiðir það þú þarft að hafa yfir færni að búa að kynna sjálfan þig geta komir á framfæri og maður lærir það Hvað segir þú það Baldur? Er skiptinám eitthvað sem telur í kladdan? Ég hef ekki heyrt að það sé svona eitthvað sem fólk gerir til þess að fá einhverja sérstakar reynslu en er það eitthvað sem er rétt að skoða? Já, skemmtileg pæling ég get ekki sagt að það sé kannski eitthvað sem við séum með á gátlistanum okkar og tekkum við en jú, í rauninni þegar maður bara með félagsskap fyrir fram að sig vera fletti gegnum hann og skoða og þá auðvitað náttúrulega bara svona
það óumflýjanlegt að þetta hefur allt einhver áhrif á mann. Það eru alltaf einhver svona ómeðvituð áhrif sem fara af stað. Þú getur kannski ekki sett þetta upp í einhvern svona stigafjölda fyrir okkur hér og nú. Nei, og ef við værum með slíkt sko, þá held ég það að fara út í skiptinám væri kannski ekkit endilega það sem að manni dytti fyrst í huga leita að allavega. En þetta er alltaf afstætt sko. Já. Ég ætla ekki að segja að skipta engum máli, en það er kannski ekki svona það sem að maður myndi leita eftir. Já, ég er sammálaður. Þetta sem sagt frá mínu bæturum séði mitt þegar að atvinnureikandi er að skoða félagsskrána, þá er hún sett þannig upp að hún vekja athygli. Að ég sé að reyna að komast inn í þetta viðtal, sé alltaf kölluð viðtal. Og eins og við búum að koma fram hérna félagsstarf og annars konar reynsla sem að maður getur þá framreitt þannig að félagsskrána hún svona, það smellir í. Já. Segjum að vera sækjumstarf í alþjóðlegu samskiptum og hún getur sýnt fram á varst þarna í 6 ár í Bandaríkjunum og þetta talar góð ensku og það fyrir að skipta máli. En Jónin nefndi hérna sko svona ráðningarskrifstofur. Ragnheiður, hafið þið ekki eitthvað verið að skoða það hérna hjá nefndin, eitthvað svoleiðis fyrir háskólanema? Jú, við hefum verið í samskiptum við ráðningarskrifstofur. Það sem ég held líka að nemendur átti sig ekki á að þeir falla undir kategórin á ungir og efnilegir. Og það er líka bara að vera óhrættur við að sækja og það er líka bara alltaf lagi þó þú fáir ekki svar frá fyrirtækinu eða ert boðaðir viðtal og farið ekki starfið. Allavega umsóknin þín er allavega þá til í einhvern tíma hjá fyrirtækinu. Þetta er líka bara ákveðin þjálfun að sækja og æfa sig að mæti atvinnuviðtal og vera bara óhrættur við að fá höfnun. En maður verður að skjóta til að skora. Algjörlega, og líka bara svona átti sig á að þó að umsóknin segir til að þú verður að hafa háskólanámi við hæfi, að ekki bara hætta við og gugna á sendin umsókn. Þú ert kannski í háskólanámi við hæfi og ert kannski með einhverja reynslu sem gæti nýst frá fyrir störfum þegar þú varst að vinna með menntaskóla eða varst að vinna áður en þú fórst í háskólan eða eitthvað með skóla, þá gæti eitthvað nýst í þessu starfi. Það er mitt gleymist sko, þú veist, að beðið háskólanám við hæfi og maður er náttúrulega búinn með eitthvað háskólanám þó maður sé ekki komið gráðu sko. Eitt af því sem ég held að sé vannýtt tækifæri þegar að það er þessi rannsókn að fara að rannsaka vinnumarkaðinn sem að getur verið fólki í þeirri einföldu aðgerð að bara taka upp símann, fá að tala mannauðsstjóra og bara fá að vita eitthvað fyrirtækið. Það finnst öllum gaman að tala vinnuna sína og með því að fara í svona upplýsingaviðtal þá ert ekki með neitt svona á enskunni hidden agenda. Þú ert bara forvitin, vilt kanna bara hvernig fyrirtækið þú ert búin að skoða kannski það sem á vefnum og eins og ég segi, það er alltaf að spyrja af því eins og ég segi, það finnst öllum gaman að tala vinnum sín. Nú að gera næstu vikur Það er alltaf bara 30 tölvupósta bara, er ekki með eitthvað svona, getur ekki sagt mér frá þessu? Ég er að plugga baldur. Það er gaman í vinnunni. En sko, þú veist, ég veit, ég fylgist með nokkrum svona podcastum annars staðar sko, það er oft verið að tala að fá sér svona mentor. Það er víst það sem í tísku sko í Bandaríkjunum. Ég held að sé ekki mikil menning fyrir þessu hér, en það er að sko bara vera að senda posta á fólk sem í vinnunni sem þið langar að vera í og bara svona fá einhverja leiðsögn þannig sko. Þú veist, er eitthvað svoleiðis í gangi hérna á Íslandi sem maður bara veit ekki af eða er þetta bara algjört svona faux pas hérna á Íslandi eða? Ég hef ekki verið verið allavega. Nei. Ég bara hjá félagi kvenna í atvinnulífinu. Að þá þar til ungar konur í atvinnulífinu sem eru svona leiðbeina hver annari. Og þannig að þá það félagskonur sem að leiðbeina. Og það er líka til innan vissra fyrirtækja, er til svona fyrirkomulag, en ég hef ekki heyrt þetta að fólk sé bara hafa samband við einhvern aðila í einhverju fyrirtæki og kannski er þetta allt bara í frímúrarreglunni þetta er bara einhverjum stúkufundum út í bæ. Ég held að þó við köllum það ekki mentor að þá held ég getum öll hugsað upp einhvern einstakling sem að við höfum leitað til þess að fá ráð eða hvernig viðkomandi hefur leyst úr hlutunum og það heitir þá bara einhver fullorðin og hvenær maður fullorðin skiljiði. Það ansi brattur að fara að senda e-mail á út sem að þekkir ekki góðan daginn eftir til að taka með að þér. En það er kannski bara snildin við þetta sko. Það er engin að fá þess að posta, örugglega ekki sko. Kannski er þetta bara
einhver snilt sko. Já, og þú sendir kannski 20 og svona og fara eitt í á og þá bara markminu náðu sko. Já, akkurat og þetta er sem sagt spurning held ég líka einmitt hvernig hvaða strategíu þú ætlar að nota til þess að kynna þig og einmitt þetta að fyrirtæki þau standa fyrir einhverju, ekki bara viðskiptum heldur eru þau með stefnu og þau eru með gildi og sín og mér finnst það líka að vera mikilvæg þáttur að þegar okkar stúdentar að leita sér að vinna að hvar passar það saman sem sagt mín gildi við það sem eru gildi fyrirtækisins af hverju að leitast við að fá starfar það lítur eitthvað að vera einhver samhljómur og svo síðast en ekki síst er það að maður lærir svo lengi sem maður lifir og einmitt þetta að maður getur ekki verið bara eingöngu sérfræðingurinn í einu heldur verður maður að fá tækifæri til þess að þróast áfram í starfi og þar auðvitað kemur mannauðsstjórnunar teymið inn í og að efla sitt eigið starfsfólk til þess að halda í það ekki satt af því það dýrta ráðin fólk, er það ekki Baldur? Er ekki dýrta ráðin fólk? Það er miklu hagkvæmara að þjálfa það upp heldur en að láta að fara og ráða nýjan. Það er bara marg rannsakað og sannað og sýnt. En sko núna nefni Jónina þú veist þessi gildi og mér finnst eins og ég hafi sko séð einhverja kannur að þessi kynslóð okkar Ragnheiðar sem er millennial þúsaldar kynslóðin sko að hún sé frekar að horfa til þess að vinna á einhverju stað sem er skemmtilegur, einhver sem samsvarar þessum gildum frekar en það bara sem borga mest. Þú veist Ragnheiður, hvernig upplifir þú eitthvað svona fólki bara í kringu hvort er það frekar að horfa á þú veist, er það með eitthvað svona markmið mér langar að vinna á þessum stað, mér langar að vinna við nákvæmlega þetta, er það bara mér langar að vera ríkur af því þú veist, maður einhvern veginn svona veit alveg að þannig típum líka sko nú er ég náttúrulega í viðskiptafræði þannig við ætlum öll að vera rík í viðskiptafræðinni að sjálfsögðu, öll framkvæmdastjórar við erum öll framkvæmdastjórar, hvort sem það er í okkar eigin fyrirtæki eða einhverjum fyrirtækjum sem eru nú þegar til en nei, ég held að skemmtanagildið í viðskiptafræðinni er ekki sérlega hátt segi ég, en þetta er mest bara Excel-skil eða hvað? Já, meira að minna allavega núna sko, meðan við erum bara í standard sko BS-gráðinni en jú, auðvitað er ekki markmið allra að hafa gaman í vinnunni en við erum náttúrulega svolítið launafókuserið í viðskiptafræðinni allavega við ætlum okkur öll að gera mjög stóra hluti en jú, þegar ég hef talað bara við vini mína almennt þá og þegar maður hugsa núna þegar maður er ungur og er í vinnu núna ég held að fólk á okkar aldri er mjög gjarnt á að hætta í vinnu núna af því það er leiðilegt í vinnunni eða yfirmaðurinn leiðilegur eða samstarfsfólki er leiðilegt en kannski svona til framtíðarleitið þá er það kannski ekki aðalhvatinn allavega í viðskiptafræðinni en jú, en ég hugsa samt að undirliggjandi þá fólk kannski tala ekki að það sé svona aðalmáli þá Það er samt laun sem ráða mestu að einhverju leiti nú tala ég bara út frá mér sem nemandi í viðskiptafræði og ég myndi allavega vilja fyrst og fremst hafa gaman í vinnunni, ég gæti ekki setja heilu dagana næstu 40 árin í leiðilegri vinnu en fæ feitan launatjaka það er einhvern veginn ekki í svirði, það er ekki lífinu er ekki varið nógu vel að mínum að í því sko, en ef þú getur fundið einhvers konar millivig þá er það náttúrulega draumurinn en ég hugsa að svona ungt fólk almennt vilji hafa gaman í vinnunni núna og við sjáum það bara núna við jafnvel okkar í kringum okkur sem eru að vinna þessi hefðbundnu nema störf að ef það er leiðilegt þá finnur eitthvað aðra vinnu sem þér þykir skemmtilegri Núna er ég sko í lögfræði og ég einhvern veginn sko, þetta kemur kannski ekkert mikið til tals. Ég verð ekki varðið þetta bara svona eitthvað gera það sem borgar mest og ég held að það sé kannski bara því að það er ekkert allir stressaðir yfir í að vera einhverjum láglunum þar, ég veit ekki hvort það sé það sko, en mér finnst einhvern veginn ofta vanta það að fólk hafi einhverju svona skýra sínum hvað það langar að gera nákvæmlega og svona, þú veist, þið sérfræðingar, verið þið var við að, þú veist, hversu skýra sínu fólk með hvað ætlar að gera og hvað langar að gera? Ég var nú að hugsa hérna á það þegar voru að tala þetta svona sækjumstörf og svona sko að stúdentar í dag eru samt, og voru að tala gildin stúdentar í dag voru mjög sko flinkir í að sækjumstörf, finnst mér við erum að sjá hérna fyrirskotnar mjög vel uppsettar alltaf og svo erum við að fá umsóknar textan, kynningabrifið
og þá mjög margir flestir að tengja sig við gildin hjá okkur og svona búin að setja upp flottan texta þannig að búið að vinna heimavinnuna sína. Já, búið að vinna heimavinnuna, búið að skoða heimasíðuna hjá okkur og við erum að svona fá þá tilfinningu að við erum að bara fá flottar umsóknir, þess bara lúkið og svona hvernig þetta sett fram, þannig að það greinilega verið að veita góður ráð þarna einhvers staðar í háskólanum. Já, takk fyrir. En hinn spurningin var bara hversu mikið þú finnur fyrir því að fólk sé svona búið að móta sér eitthvað langtíma plan, hvað það langar að gera Já, sko mín tilfinning að það sé ekkert voðalega algengt. Ég held að sé samt algengara heldur en hjá minni kynslóð. Já. Það svona 25 ár síðan ég var að útskrifast úr háskólanum, þá fannst mér mjög fáir hafa einhverja skýra sín á það hvað ég voru að fara að gera. Já. Hafið þú einhverja skýra sín á kannski að því að ég var í sálfræði og það kannski fyrir mörgum lá bara að fara í opinbera geran, en nei, ég hafði ekki skýra sín á það, en ég fann þarna í sálfræðinni, svona vinnusálfræði vakti áhuga hjá mér og ég fór elti það svolítið, þó ég fær ekki í pjúra vinnusálfræði. Þannig að það kom í náminu. En mér finnst svona að maður tala um fólk í dag, það svona hafi að einhver leiti svona sé búið að velta sem að fyrir sér. Það er kannski ekki endilega komið einhver að skýra sín, ég ætla að gera þetta. En maður skynjar að það er búið að vera að hugsa þetta og svona jafnvel ræða við félagana. Eftir vill að því að það er allir svo stressaður að fá ekki vinnu, þannig að það er búin að hugsa svo langt fram í tíman, sko. Hvað ætla ég að gera? Já. Ég held nefnilega að það fái sem sagt úr þessari könnun háskólans gengi útskrifaðara, að þá eru flest allir komnir í vinnu tæpum 3 mánuðum eftir útskrift. Það er hátt hlutfall þeirra sem fara í vinnu það sem þau hafa unnið áður, skiljið. Og það mér þá sko eðlilegt að maður er að fara í það sem maður þekkir, en líka því að maður er að byggja upp sitt rep eða sitt orðspor. Og ég var að hlusta á í morgun út fund hjá stjórnvísi framtíðarstjórnendur og hvað sé nú að breytast, og einmitt fjórða iðnbyltingin kom þarna upp og hvað er nú að gera, ætlar einmitt tæknin að taka yfir en það sem að mér fannst ég fá út úr þeim fundi var það að það er ekkert að fara að breytast innan gæsalappa, vegna þess að við sem einstaklingar, fyrirtæki, atvinnulífið við erum aðlögunarhæf og þegar við horfum til ungs fólks, ég held að einmitt að þau hafi ákveðna framtíðarsýn. Þau eru með þarna staðsetninguna B, ég ætla að fara í B, en ég get farið alls konar leiðir af B. Ég mun enda þar, en ég veit ekki hvernig ég mun enda þar. Og ég held að það sé það sem að gefur hlutunum gildi, að þessi kannski klísja njóta ferðalagsins en ekki bara horfa á endastöðina. En fyrir mig sem náms- og starfsráðgjafa og hef umsjón með Tengslatorgina, mér finnst mjög fróðlegt að fylgjast með þessar umræðum fjórðu iðnbyltinguna og svona innan gæsalappingur hræðsla, þetta er allt eftir að breytast en ég held ekki. Ég held að við þegar við horfum 10 ára aftur í tíman, það eru störf sem eru til í dag sem voru ekki til fyrir 10 árum. En okkur finnst þau sjálfsagt að þau séu til, eins og vefstjórar, Uber ökumenn og hvað tekur við af þeim þegar þeir fara að vera atvinnuleysir af því þeir eru sjálfstýrandi bílarnir. Er það eitthvað mál? Þá fer fólk annað. Menn eru náttúrulega að tala um þetta muni verða svo miklu skarpari breytingar framundan heldur en það hefur verið hingað til. Það er kannski þessuna sem að vera að kalla þetta. Þessa miklu byltingu. Já. Og þá einmitt eins og við erum sammála um þessi aðlögunarhæfni og fólk viti hvað er með í farteskinu og getur komið á framfæri, að maður stjórni eigin starfsferli. Það er engin annar sem gerir það fyrir mann. En við þurfum svona að fara að slúta þessu, þetta búið að vera gott spjall. Mér langaði svona að taka hringinn og spyrja svona eitt ráð fyrir hlustendur að lokum, þeir sem ætla að finna sér vinnu að ná með loknu. Eru þið með eitt svoleiðis, Baldur? Sko, bestu ráðin eru kannski, besta ráðið sem að ég á, það er kannski svolítið klísulegt,
Vertu þú sjálfur? Ég veit ekki hversu oft ég verið spurður að hvernig á ég að vera í viðtalinu, ég er að fara í viðtal, hvernig á ég að koma fram, á ég að spurður veikleika, á ég bara að segja það eða hvernig á ég að svara því og eitthvað svona. Og ég hef alltaf haft á sín að það þurfi nú svolítið bara hver og einn að vera hann sjálfur í viðtölunum. Þú vilt hvorki fara í viðtal og vera svo kokki og sjálfstraustur að fólk trúðir ekki. Ég heldur vera kannski svo auðmjúkur að þú kannski virkar duglaus. Ég held einhvern veginn ef bara fólk finnur þessa línu að svolítið vera það sjálft og svara heiðarlega þá sé það farsælast Ég held ég að við séum einhvern svona skets það sem einhver var spurður hvort hann verið með einhverja veikleika og hann bara ég er alveg ótrúlega þjóðvottur svaka þjóðvottur og svona kannski ekki alveg aðeins og hreinskilin það það er ekki gott í banka Nei. En þú Ragnheiður, ert þú með eitthvað tips? Mitt ráð til nemenda væri að hætta að fresta og byrja að byggja grunninn núna þó þú hafir ekki nákvæma sýn eða nákvæmt markmið á hvar þú ætlar að enda byrja samt að vinna að einhverju og bara setjast niður og gera to-do-lista gera to-do-lista skoðaðu á netinu hvers konar reynslu er bara ætlast til þess að hafir bara á almennum vinnumarkað saman hvað sækjurum, talaðu við náms- og starfsráðgjöf fáðu hjálp við að undirbúa framtíðina það er ekkert að því að veit ekki hvað þið langar að gera en byrja samt að byggja eitthvað upp og að fá reynslu í einhverju saman hvað það er En þú færði nú að þessa spurningu hvað oft á dag bara Hvað ég gera þegar ég verið stór? Nei, hvað er besta Já, hvað er besta ráðið? Ég tek svo hjartanlega undir með ykkur tveimur og það hafa allir gengið í gegnum einhvers konar þrengingar á sínum starfsferli og byrjunin og svo framvegis og ég held einmitt ef ég má taka undir orðina Ragnheiður einmitt að tala við náms- og starfsráðgjafa það er hægt að finna þá allstaðar í menntakerfinu og á hinnum eins og til þess að Vinnumálastofnun þó að það er bara allt í lagi að vera með allt á hreinu en það er svo gott að tala upphátt hlutina og setja því ákveðið svona samhengi og við sem náms- og starfsráðgjafa við erum sérfræðingar í starfsþróun út frá einstaklingnum og ég held að sé einmitt gott að vera upplýsingalæs hafa það alveg á hreinu geta lesið upplýsingarnar sér til gagns en nýta þetta sem er fyrir hendi og segja já við öllum tækifærum. Vera svona yes man. Heyrðu, ok, bara takk kærlega fyrir komuna Jónína og Ragnheiður og Baldur. Þetta er eins og áður segir annar þátturinn af umræðinu sem er samstarf stúdentar á Háskóla Íslands og Landsbankann og bara takk kærlega fyrir komuna öll þrjú. Takk fyrir.